Næsta mál á dagskrá, hér í þessu myndbandi, orðaröð í enskum setningum. Þetta er ensk málfræði með Ödda. Velkomin. Í ensku þá skiptir orðaröð töluvert miklu máli og fyrst langar mig að benda ykkur á hvað hún getur skipt miklu máli fyrir bara einfallega merkingu setningarinnar. Hér er ég með dæmi í rauninni 3 setningar sem að innihalda sömu orðin en þýða alls ekki það sama. Fyrsta setningin, you will come with me to the park. Þú munt koma með mér í almenningsgarðinn. Næsta, með sömu orðum, will you come to the park with me? Þarna er þetta orðið að spurningu, vilt þú eða munt þú koma með mér í almenningsgarðinn? Og þriðja er mjög skemmtileg, the park will come with me to you. Þarna eru sömu orðin en merkingin orðin dálítið súrrealísk og allt önnur heldur en í fyrstu setningunni. Þannig að orðaröð skiptir mjög miklu máli fyrir merkingu setningarinnar. Í þessu stutta myndbandi ætla ég að leggja mesta áherslu á þessa hlutlausu leið orðaraðar í ensku sem er algengasta orðaröðin. Flestar setningar í ensku þær fylgja þessari röð. Það byrja á einhverju frumlagi eða geranda sem heitir subject á ensku. Þetta er sem sagt sá sem setningin fjallar eða sá sem gerir eitthvað í setningunni. Á eftir frumlaginu kemur sagnorð eða verb á ensku og það er þá að lýsa í hvað er að gerast í setningunni. Og síðan kemur á eftir andlag eða þá þolandi eða sem við kalla á ensku object og þá við hvern það er gert eða það sem gerandinn gerir. Þú veist hvaða áhrif hefur það á einhvern annan eða eitthvað annað. Dæmið, hér erum við með frumlagið my sister, sagnorðið plays og síðan andlagið in a band. Systir mín spilar í hljómsveit. Í þessari orðaröð þá breytist orðaröðin ekki mikið þegar við búum til spurningar en í mörgum spurningum þá bætist einfallega sögnin do, does eða did á undan frumlaginu en orðaröðin breytist að öðru leyti ekki. Does my sister play in a band? Þannig kemur does fremst en að öðru leyti er orðaröðin sem sama. Takið þó eftir að sögnin play er komin í nafnnátt þegar við notum hjálparsögnina does þarna með. Að þessu sinni í the bottom line ætla ég að minnast á þessa 3 punkta. Orðaröð skiptir miklu máli fyrir merkingu. Síðan er ágætt að muna orðaröðina með þessari skammstöfun SVO eða svo eins og við getum sagt á íslensku en þetta stendur fyrir subject, verb, object. Gerandi, sögn, þolandi. Síðan fórum við aðeins í það að algengt er að mynda spurningar með do, does eða did á undan frumlaginu en þá munum við að aðalsögnin kemur í nafnætti. Takk fyrir að þessu sinni. Þangað til næst.